Jakob Snær Árnason. Jakob, þetta kallast taka 2. Ég tók viðtal við eftir leikinn hérna á móti Njarðvík og það fór allt í vaskinn. Glemdist að kveikja á mæknum. Nú vonandi allt í standi. Þú varst með fína leik þá, þitt fyrsta innkassomarki, var það ekki ljúft? Jú, það var mjög kærkomið að ná loksins inn innkassomarki og klárlega eitthvað sem við ætlum bara að bæta í og gera enn meira af núna. Síðan fóruð í kórinn og þar voru við skotnir eiginlega niður. Já, það má segja það. Þetta fór ekki alveg eins og við ætluðum okkur og erum svolítið með bakið upp við vegg núna en það er bara að halda áfram og vinna rest. Það er í raun og veru ekkert flóknara en það. Við þurfum bara að vinna rest og vona það besta og sjáum hvað það skilar okkur. Þór hefur áður verið í þeirri aðstöðu og einmitt tekið svona síðustu leikina bara með því að vinna og menn þekkja þetta. Já, ég meina það er bara menn stíga upp þegar að allt undir og það er bara því ekkert annað og í sjálfu sér er þetta ekki okkar höndum eins og en ég meina það eina sem við getum gert er að klára okkar leiki til að byrja með og sjáum hvað það flytur okkur. Næsta verkefni er Magni á morgun. Þetta eru nágrannar okkar hérna utar í Firðinu. Þeir eru í fallbaráttu, ekkert fallbaráttu, þeir eru bara neðstir í deildinni í vondum málum og það getur verið hættulegt. Já, ég meina og eins og þeir sem munna eftir fyrri leiknum þá kom þetta bara á loka mínútunum hjá okkur þannig að þeir eru alveg erfiðir að sækja og þeir munu koma hinga og sennilega sinn besta leik í sumar á móti okkur hérna á Þórsvelli. Ég er alveg sannfærður um það en það þarf hins vegar ekkert að líta lengra en á töfluna til að sjá að þetta er leikur sem við eigum að taka og við ætlum okkur að gera það. Ég var að skoða þetta tölfræðin í dag og þar Magni hefur unnið þessa 4 leiki sína, það var alltaf heimavelli, þannig að ekkert unnið neitt á útivelli. En reyndar má segja að þeir hafi unnið einn á útivelli þegar þeir tóku Víking Ólafsvík hérna í Boganum og það er þeirra útivöllur. Já, en ég meina það var heimaleikur þá en þeir náttúrulega hafa spilað mikið á Akureyri og það má segja að þeirra annar heimavelli þannig að þeir koma alveg vitlausir í þennan leik og klárlega spila eins og ég sagði áður sinn besta leik í sumar að ég held þannig að það þýðir ekkert að gefa eftir. Er ekki stemming í okkar hóp? Jú, mjög góð stemning og menn bara spennti fyrir leiknum og það er náttúrulega búist við að fólk mæti á völlinn, verður góð mæting og þetta verður bara skemmtilegur leikur. Það er náttúrulega næsta verkefni okkar, það er að reyna að slá þetta áframdamið sem að þeir voru með á Grenivík sem að var glæsilegt hjá þeim þó að menn séu nú ekki alveg á eitt sáttur að hafi verið jafn margir eins og að gefa upp. Já, ég meina það voru heilmargir sem mættu á þann leik og sjálfsögðu vonustu bara til að enn fleiri mæta morgun og hvað var þetta með þegar svo sem ekkert eitthvað sem við spáum í. Við ætlum bara að spá í að vinna leikinn. Já, klárlega. Gangi ykkur vel. Takk hérlega.